fellur út vegna þess að hann kemur undir 11. lið og við göngum til 10. liðar á útsendri dagskrá. Ég ger mig grein fyrir að þetta er orðið ansi flókið, en þar er undir fundargerð borgarráðs frá 9. júní og fundargerð borgarráðs frá 16. júní. Undir fundargerðinni frá 9. júní er 25. liður sem kemur til atkvæða, sem er brú yfir Fossvog, og frá 16. júní koma 2 liðir til atkvæða, annars vegar 22. liður sem er viðauki við fjárhagsáætlun vegna landakaupa í Skerjafirði og hins vegar 25. liður sem er tillaga endurnýjun á gervigrasvöllum. Hefur enginn hvatt sér hljóðs og við göngum þá til atkvæða. Er borgarfulltrúinn að kveða sér hljóðs? Já. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það eru þarna mál varðandi landakaupin. Ég hélt reyndar að borgarstjóri myndi fylgja því úr hlaði varðandi landakaup, vegna þess að ég skildi það þannig áðan að það er aðeins komið inn á það vegna þess að Hæstaréttardómurinn fjallar þetta og ég segi fyrir mitt leyti, mér finnst vanta svona að væri gott ef borgarstjóri væri tilbúin til aðeins að renna yfir málið. Nú hvað varðar brúna yfir Fossvoga þá greiddum við nú einfaldlega atkvæði gegn. Við vitum að þetta er í aðalskipulagi en við teljum að það eigi ekkert að þurfa að fara í, eða það er okkar afstaða, eigi ekki að fara inn eitt kostnað við að undirbúa það verkefni. Við teljum einfaldlega að það verkefni eigi ekki rétt á sér eins og það er hugsað og geri sjálfu sér ekkert fyrir okkur. Annað en það að skemma aðstöðu siglingaklúbbsins eða aðstöðu til siglinga og notkunar á Fossvoginum eins og hann er í dag. Þannig að við erum með bókanir, væntanlega, ég boða bókanir undir öllu þessum liðum. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu. Háttvirtur borgarstjóri tekur þá næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Sá samningur sem að hér ræðir er frá 1. mars 2013 milli fjármála- og efnahagsráðherra og borgarstjóra. Hann var undirritaður raunar af mér sem þá var staðgengill borgarstjóra. En þessi samningur rammar inn þann sameiginlega ásetning ríkis og borgar að þróa og byggja upp land við enda flugbrautarendan Skerjafjarðarmegin. Þetta hafði lengi verið mikið áhuga á hagsmunamál borgarinnar að þróa landöldu byggð þarna og margir meirihlutar höfðu farið þessu leit við ríkið að semja þetta kaup á þessu landi. Það náðist þarna samningur sem er nokkurs konar marksamningur sem gerir ráð fyrir lágmarksgreiðslu síðan að bingarétturinn verið boðinn upp og að endurgjald vegna bingaréttarins sem yrði selt hæstbjóðanda myndi renna til aðila samkvæmt ákveðinni reiknireglu þar sem ríki fengi mest fyrst og síðan borgin í hærra og hærra hlutfalli eftir því sem meira fengist fyrir landið. Mjög áhugaverður samningur að því leyti og mikilvægur fyrir borgina. Það er rétt að Hæstaréttardómurinn Þríðubrautarsamninginn tekur á þessu og ég hygg að það sé ekki síst vegna þess að borgarlögmaður vakti athygli réttarins á því. Það var ákveðin hætta á því að næsta mál fyrir réttinum yrði gildi þess samnings. Og það má eiginlega segja að rétturinn leggi lykkju á lið sína til þess að undirstrika að samningurinn hafi verið heimilaður með heimild í fjárlögum ársins 2013 þegar hann var gerður. En hann í raun felur í sér skuldbindingum að á seinni stigum muni aðilar gera með sér kaupsamning og gefa út afsal vegna landsins sem er í eigu áfrýjanda sem ræðir. En ekki var kaupsamning fasteignar að ræða samkvæmt 7. grein laga nr. 40/2002 og rétturinn hnykkir á því að skyldurnar sem aðilar gengust undir með samningnum væri ekki fallnar niður, heldur hvað? Jú, þær hanga á
yfirlýsingu innanríkisráðherra lokun brautarinnar. Þannig að innan 7 daga eftir að innanríkisráðherra verður búin að tilkynna lokun brautarinnar þá greiðum við fyrir landið og fáum afsal. Við borgum 440 milljónir og síðan skipuleggjum við landið og bjóðum upp einstaka reiti og greiðslur renna til okkar og ríkisins í þeim hlutföllum sem nánar gerð grein fyrir í samningnum. Vona að þetta skýri málið. Það hægt að geta þess að þegar þessi samningur var borinn upp þá hafði hann áður verið kynntur á undirbúningsstigi bæði í umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði og var samþykktur einróma af öllum borgarráðsfulltrúum á þeim tíma. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá tekur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, næst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, ég kem undir liðinu landakaup. Við í Framsókn- og flugvallavinum teljum að málið sé algjörlega ótímabært enda á eftir að klára áhættumati vegna lokunar brautarinnar þar á meðal vegna sjúkraflugsins. Þannig enn liggur ekki fyrir til hvaða mótvægisaðgerð er mögulegt að grípa. Þá er líka eftir að kanna þessar fullyrðingar öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna útreikning nothæfisstuðulsins sem væntanlega verður þá kannað þegar að áhættumati verður gert vegna sjúkraflugsins. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvernig þetta allt saman verður. Og ef að niðurstaðan verður sú að þetta er bara óframkvæmanlegt eða ekki hægt, að þá er spurning hvort að það þurfi að taka þetta svæði eignarnámi. Við sjálfum sér vitum ekkert það, þannig að við teljum það ótímabært að vera að samþykkja þetta hér í dag og teljum að það ætti að hinkra með málið þangað til að búið er að klára þessa vinnu. Borgarstjóri benti á að þetta hefur verið samþykkt einróma af síðustu borgarstjórn en eins og kunnugt var Framsóknarflokkurinn ekki með fulltrúa í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili. Þannig að við munum greiða atkvæði gegn þessu og áskil með okkur rétt til bókunar. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur háttvirtur borgarstjóri næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara vekja athygli á því að það þótti rétt að fá þessa heimild vegna þess að samningurinn þannig frá honum gengið að það er innan 7 daga sem á að greiða og við vildum að bæði vera tilbúin ef að tilkynningin bærist strax en jafnframt að þá liggur fyrir núna áætlun hvaða fundir borgarráðs falla niður í sumar og ef að þannig myndi hittast á að tilkynningin lokun brautarinnar bæri þannig upp að þá væri kannski bærilegt að þurfa að kalla borgarráð sérstaklega saman. Miklu betra að hafa skýra samþykkt upp í erminni til þess að grípa til þegar brautinni verður lokað. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, það er ekki nema 3 borgarráðsfundir sem falla niður í sumar. Það á eftir að klára þessa vinnu með áhættumati þannig að það er engar líkur á því að flugvellinu verði lokað eða brautinu verði lokað á meðan að borgarráð er í sumarfríi þessa 3 fimmtudaga. Þannig að ég tel í rauninni ítreka það að þetta sé ótímabært. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá er andsvarinu lokið og Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, er næst á mælendaskrá. Já, mér langaði aðeins að bara
fara yfir þessi landakaup. Sko við hefðum viljað að fyrir lagi hér, þetta eru 440 milljónir sem eru undir, að fyrir lagi hvaða verkefni frestast af fjárhagsáætlun áður en við samþykkjum bara í raun og veru að fallast á málið. Manni finnst það bara eðlileg vinnubrögð að meirihluti gerir grein fyrir því hvað verkefni sjáu fyrir sér að frestist verði að þessum landakaupum. Nú, það er að sjálfsögðu mikilvægt að kaupa landið og vera tilbúin að geta gert það ef fjármálaráðuneytið gefur út afsalið. Við skiljum það líka mjög vel. En þið hafið alveg nægan tíma til að gera okkur grein fyrir því hvað þið sjáu fyrir ykkur að fari út af áætlunum. Og það er alveg hægt að kalla borgarstjórn saman með 2 daga fyrirvara. Og við höfum meiri frest en það til þess að ganga frá kaupunum. Þannig að mér finnst hér að meirihluti sé svolítið að skjóta sér undan því að gera grein fyrir því hvernig hann ætlar að vinna fjárhagsáætlunina. Og þess vegna ætlum við að bóka það sérstaklega. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Nema, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Þessi mitt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að fjalla landakaup, enda hef ég ekki snert áfengi árum saman. En ég ætla hins vegar aðeins að taka til máls undir 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. júní. En þar var tekin til afgreiðslu tekin til afgreiðslu og lögð fram að nýju tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks endurnýjun á gervigrasvöllum og það að hún væri sett í forgang. Þetta mál hefur verið töluvert í umræðunni og við höfum og í raun hefur heilmikill undirbúningur verið í gangi varðandi endurnýjun og viðbrögð við þessum við svona þeim upplýsingum að það kurl sem notað er á gervigrasvöllum við sögurum heim kunni að vera heilsuspillandi. Það var í raun búið að leggja fram áætlun endurnýjunar áætlun fyrir alla gervigrasvelli í borginni fyrir nokkru og samþykkja það. Það hefur einnig verið og var undir gögnum málsins í borgarráði að það hefur verið samið við aðila kaup á gervigrasi og kurli á 3 velli sem var búið að samþykkja að fara í framkvæmdir á þessu ári og sú upphæð 181 milljón króna, þannig að þetta er 60 milljónir á hvern völl og umtalsverðir peningar náttúrulega en mikilvægt mál og borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartar framtíðar, Vinstri græn og Pírata lögðu fram breytingatillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins sem að sú tillaga í raun og veru gerði ráð fyrir að allir vellir væru endurnýjaðir árinu 2016. Það er í raun og veru og verður að segjast eins og ekki raunhæfar væntingar. Við lögðum því fram breytingatillögu sem að hljóðar svo, með leyfi forseta: lagt er til að endurnýjun gervigrasvalla verði flýtt og framkvæmdir verði í þeirri röð að 2016 verði gervigras og gúmmí endurnýjað á æfingavöllum Fylkis, KR og Víkings. Árið 2017 verði gervigras og gúmmí endurnýjað á æfingavöllum Fram í Safamýri, ÍR og Leiknis. Auk þess verði gúmmí endurnýjað á gervigrasvelli Fram í Ólafsárdal. Þannig að við erum í raun og veru að pakka þessu á 2 ár. Víðast hvar í Evrópu og Bandaríkjunum er verið að gera þetta á svona 3 árum eða svo og við erum því í raun og veru að bregðast við svona á svipaðan hátt og gert er víðast hvar erlendis.
Nú, ég hef heyrt á fólki sem hefur verið að beita sér fyrir því að verði farið í framkvæmdir á þessum gervigrasvöllum og þessu svarta gúmmíi skipt út strax, eins og það hefur verið orðað. Það hefur verið mjög ánægt með viðbrögð Reykjavíkurborgar í þessu svokallaða gervigrasmáli eða gúmmíkurlsmáli og ég held að við höfum til dæmis með því að bjóða út alla 3 vellina saman þegar maður verið að skipta út grasi og gúmmíi náttúrulega 2016 þá hefum við náð fram nokkuð hagstæðum innkaupum og við gerum okkur vonir að það verði það sama upp á teningnum með þá velli sem að verða teknir núna eftir áramót. Þannig að þetta þetta gúmmíkurlsmál er nú vonandi að verða til lykta leitt. Við vonum að það gúmmí sem að sett á standist allar kröfur og það allt sem bendir til þess. Það svokallað iðnaðargúmmí sem notað í vélum og öðru slíku sem er notað við matvælaframleiðslu. Þannig að við eigum að geta verið nokkuð örugg með það. Það svo aftur svona mál sem við þurfum að hugsa dálítið vandlega varðandi að nú svona komin aukinn þrýstingur á að nýta gervigrasið. Það hægt að nýta það lengur yfir árið og svo framvegis og félög farin að sjá fyrir sér og í auknum mæli að leggja þetta á keppnisvelli sína og vilja keppnisvellir, til dæmis meistaraflokks liða, séu gervigrasvellir. En það sem við þurfum að átta okkur á í því samhengi að endingartími þessara valla ekki mjög langur og það auðvitað verulegur kostnaður að gera þetta með þessum hætti en á móti kemur að við getum hugsanlega aukið nýtinguna á hverju ári fyrir sig á þessum völlum. Þannig að þetta svona kostir sem við vegum á metum en allavega það orðið ljóst hvernig verður brugðist við gúmmíkurlsmálinu. Það komin fram hér áætlun ítarleg og öllu verður skipt út hratt og örugglega. Takk fyrir. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Það verður gott að borgarfulltrúar mætti í salinn. Við göngum til atkvæða. 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. júní. Má ég biðja borgarfulltrúa að fylgjast með. Við göngum til atkvæða 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. júní. Þau sem að samþykkja handgjöfumerki. Brú yfir Fossvog. Þau sem að móti kunna vera. Samþykktur með 9 atkvæðum gegn 6. Og boðaðar eru bókanir hér. Þá það fundargerð borgarráðs frá 16. júní. Það 22. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna landakaupa í Skerjafirði. Þau sem samþykkja handgjöfumerki. Þau sem móti kunna vera. Samþykktur með 9 atkvæðum gegn 6 og sennilega boðaðar bókanir. Og 25. liður. Við göngum til atkvæðum hann. Þau sem samþykkja tillögu um endurnýjun á gervigrasvöllum gjöfumerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og bókanir boðaðar. Þá skulum við vinda okkur í 4. lið á dagskrá. Þá komið að því að